Herri, já, ok, hérna erum við með okkar blessa einingarhring sem er með radius 1 hérna. Við erum komast að því að ef við erum með punkt hérna, punkt P, þá er hann með ákveðið x-nit og y-nit. Og hann er með x-nitið kosinus af þeta, y-nitið sínus af þeta. Og þetta þeta, það er sem sagt, ef við teiknum þetta línu á þessum punkti, þá myndar þetta hérna horn, það er þeta. Þannig að hornafallið kosinus og sínus, kosinus er bara þá x-nitið, það er cirka svona, þetta er kosinus og þeta, og sínus og þeta er þá y-gildið sem er svona. Ok? Ef við ímyndum okkur þetta sé vegur, sem er blendað svona, þá er þetta einingavegur, af því að þetta er radius 1, með lengdin 1, og hann er með stefnuhornið þeta. Þessi vegur er með ákveðna x-færslu og y-færslu, og x-færslan er bara kosinus af þeta og sínus af þeta. Nú þess að við getum sér núna skoðið fram með þessu er hallatalan, og við vitum það að ef við erum með vegur, þá er hallatalan alltaf y-gildið deilt með x-gildinu. Við getum sagt að hallatala vegursins, hallatalan, hún er saman sem y-gildið deilt með x-gildinu, og ég get sagt að það er sínus af þeta deilt með kosinus af þeta. En síðan líka annars sem við veitum, það er að hornafallið tangens, það er ekkert annað en tangens af þeta er sama sem sín af þeta deilt með kos af þeta. Þannig að við sjáum það að hallatalan jafngildir tangens af horninu, og við ætlum að nota þetta til þess að gera nokkuð dæmi. Þannig að ef við kíkjum hérna á 3,8, það er svolítið snúið. Þá erum við með einhvern vegur. Þá erum við með einhvern vegur B. Og hann er með fyrstuna 7 og mínus 5. Mínus 7 og 5. Mínus 7 og 5. Og við finna, spurt er, hvert er stefnuhornið? Það er að segja, hvað er þetta þeta? Þetta þeta, það segir bara hver stefnan er. Og hérna við það byrjum því að segja að tangens af þessu stefnuhorni jafngildir hallatalan. Þá bara held ég áfram, ok, tangens af þeta, það er hallatalan, og þá horfum ég á vegurinn og ég segi bara það er y deilt með x, deilt með mínus 7. Það sem ég vil gera núna, ég vil eiginlega losna af þetta tangens, þannig ég vil taka arkartangens, sem er svona ekki hugsa sem andstæðina við tangens, þetta kansla hvort annað út ef svo mætti segja. Þannig fæ ég að þeta er sama sem tan í mínus 1 af 5 mínus 7. Og þá fæ ég að þeta hérna sé sama og mínus 35 gráður, cirka vátt. Ok, nema það að þetta hérna er ekki rétt svar. Þessi hérna aðferð, hún er hann sé góð og gild, en þetta er ekki að veita okkur alveg rétt svar. Þannig til þess að komast að því hvort það sé rétt svar eða ekki, að þá skulum við teikna upp hennar vegur og sjá hvernig hann lítur út. Þannig að ef ég fyrir hérna, þessi punkti, og ég fyrir mínus 7, 5. Þannig að ég fara mínus 7 til hliðar og 5 hérna upp. Þá er ég að fara eitthvað
virkar svona. En þetta þessi vegur B. Stefnuhornið hans, það alltaf hornið frá Lárdalsnum, rangsælis, þetta þetta. Og ég get séð, þetta hérna horn, þetta ekki mínus 35 gráður. Það sem gerist hérna með tangens, þessu aðferð, hún finnur ekki hornið þegar það á þessu hérna bili. Þegar vegurinn á þessu hérna bili, finnur ekki hornið, það bara hornið sem á þessu hérna svæði. Þannig að það sem tangens að gera, það að finna hornið á þessum hérna vegri. Af því að þessi hérna vegur, sem þá bara mínus B, þessi hérna vegur og þessi hérna vegur með sömu hallatöluna. Þeir með allt annað stefnuhorn, þeir að stefna í mismunandi átt, en þeir með sömu hallatöluna. Þannig að þessi við vorum að gera, við vorum eiginlega að finna þetta hérna horn. Og þetta mínus 35 gráður. Þannig að það sem við viljum gera núna að við viljum finna þetta horn þetta og við vitum að allt þetta horn hérna frá mínus B að B, það 180 gráður. Við getum núna fundið út stefnuhornið, rétta stefnuhornið, sem 180 mínus 35 gráður, sem þýðir að ég fæ út 145 gráður. Þetta 145 gráður. Það eitt svært.